Sameiginlegur borgarstjórnar- og bæjarstjórnarfundur Akureyrar og Reykjavíkur. Segðu mér aðeins frá svona efni fundarins og tildrögum. Tildrögin eru nú þau að fyrir 2 árum síðan þá buðum við borgarstjórn Reykjavíkur hingað norður til þess að ræða svona sameiginleg mál og þá varð í rauninni þessi hugmynd til að reyna að hittast einu sinni á ári og á síðasta ári þá buð borgarstjórn okkur suður og við hittumst þar og tókum þá upp svona ákveðið þema. Fyrsti fundur var svona meira bara svona ræða almennt saman og núna erum við komin í þá annað þema og það er unga fólki og framtíðin. Já, og það er yfirskrift fundarins í dag. Hvað felur það í sér? Við ætlum að leggja þarna fram og vonandi samþykkja tillögu að bæjarstjórn Akureyrar og borgarstjórn Reykjavíkur fari í samstarf og búi til vettvang, skapi vettvang fyrir ungt fólk til að ræða framtíð sveitarfélaganna okkar og þar með auðvitað framtíð Íslands. Þetta eru 2 lykil sveitafélög að við teljum og ég held að það sé nú verkefni bara í stjórnmálum almennt og bara allstaðar í samfélaginu að svona kalla eftir röddum ungs fólks og tryggja meiri þátttöku. Við sjáum minnkandi kosningaþátttöku, við sjáum ákveðið svona bara vantraust á stjórnmálum, á bara ýmsu. Þegar maður ímyndar sér að það hefði eflaust verið hægt að halda 2 mismunandi fundi, einn í Reykjavík og annan á Akureyri. Hvaða þýðingu hefur það að halda sameiginlega fund og halda þessu samtali gangandi milli þessara 2 sveitarfélaga einmitt kannski þegar kemur að þessu málaflokki? Já, það hefði auðvitað verið hægt að halda Skype-fund eða símafund en ég held að það sé ekkert sem að komi í staðinn fyrir það að fólk hittist og kynnist og þannig myndast líka traust og annars konar samskipti og ég held að traust sé ákveðið lykilorð hérna. Bæði í samskiptum milli sveitarfélaga, í samskiptum milli landshluta, í samskiptum höfuðborgar og Akureyrar og landsbyggðarinnar almennt en líka bara í samskiptum fólks. Og er þetta farsælt samstarf og mikið samstarf hingað til? Við erum kannski svolítið að byrja það síðustu 2 árin og sumum fannst það býsna róttækt fyrst en ég held að það átti svo allir á því að við getum fengið mikið út úr þessu og það má eiginlega segja að þessi 2 sveitarfélög axla kannski stærri ábyrgð á ungu fólki á framtíðinni heldur en mörg önnur vegna þess að þetta eru Háskólaborgin og Háskólabærinn Akureyri. Það er hærra hlutfall ungs fólks í Reykjavík heldur en í nokkru öðru sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu og mig grunar að það sama gildi Akureyri. Það er einfaldlega bara ótrúlega skemmtilegt að stýra borg eða bæ sem einkennist af háskólalífi og ungu fólki og það þarf að muna að það eru verðmæti en ekki ónæði. Að líf og fjör er skemmtilegt en ekki bara eitthvað sukk og að það að gera sveitarfélög og Reykjavík bara lifandi menningarstaði hefur gildi sjálfu sér og er hluti af því að gera bara Ísland byggilegt. Þessi sveitarfélög líka, þau vinna mjög mikið saman á ýmsum sviðum. Og þó við séum að tala þetta þema núna, þá er svo margt sem við komum að. Þessi 2 sveitarfélög eru leiðandi í ýmsum málum sem eru bara snerta samband íslenska sveitarfélaga og þannig að við komum að svo mörgu. Við viljum vera leiðandi á þessu sviði. Við erum ekkert að gera þetta til þess að útiloka einhverja aðra. Við viljum gjarnan fá aðra til liðs við okkur. En þetta er allavega vettvangur og þetta sýnir líka út á við að þessi 2 sveitarfélög eru tilbúin og við vinnum auðvitað mjög mikið saman en þetta er bara eitt af þessum mörgu verkefnum sem við viljum gera líka. En mig langar að spyrja þig, Dagur, hverjar telur þú vera svona skyldur Reykjavíkur sem höfuðborgar og þá kannski gagnvart landsbyggðinni? Það hljóta að vera kannski aðeins öðruvísi heldur en skyldur annarra sveitarfélaga vegna þess að það eru öll stjórnsýsla. Hvað segir hann það? Já, þær eru ríkari og við tökum þær mjög alvarlega. Ég held að svona stóra og stærsta verkefni sem Reykjavík stendur frammi fyrir er að vera útvörður Íslands í raun byggðastefnu nútímans og framtíðarinnar sem er samkeppni við aðrar borgir í Evrópu og Bandaríkjunum og alls staðar í heiminum. Því að við verðum að eiga sterkt, öflugt, skemmtilegt, áhugavert, fjölbreytt og stundum skrítið borgarumhverfi til þess að ungt fólk og fjölskyldur og alls konar fólk og alls konar fjölskyldur
vilji velja sér stað á Íslandi og þar gegnir Reykjavík gríðarlegu hlutverki, þar gegna háskólarnir miklu hlutverki, þar gegnir áhugavert og framsækja atvinnulíf mjög miklu hlutverki og þess vegna höfum við mikla skyldur að búa til aðstæður til þess að það getur blómstrað. Landsbyggðin lítur kannski stundum á höfuðborg sína sem sína fyrirmynd en heldur að Reykjavík geti ekki tekið landsbyggðina einhverju leyti sér til fyrirmyndar? Jú, algjörlega og við reynum að stela góðum hugmyndum hvar sem við finnum þær, hvort sem það innanlands eða utan og ég held nú að þrátt fyrir allt. Og þetta svolítið kannski umræða sem búin til í pólitíkinni þess að gjá milli höfuðborgar og landsbyggðar. Ég held að í daglega lífinu að þá mætir fólk í hofið að Hörpu, það virðir ekki sveitarfélagamörk á höfuðborgarsvæðinu. Fólk fer til Reykjavíkur til að versla eða gera sér glaðan dag, fer hingað á skíði eða austur eða vestur, bæði í sumarfríinu en líka vetrarfríunum og þetta eitt land og það fjölbreytt og það núna orðið bara býsna vinsælt heim að sækja og við höfum öll til dæmis hagað því að dreifa ferðaþjónustu og ferðamennsku víðar landið þannig að hún sé ekki öll í miðborg Reykjavíkur eða svona stór hluti af henni. En við erum leið stolt af því að miðborgin sé kannski sá blettur á landinu sem skapi langmesta gjaldeyristekjur, hvort sem það nú fiskur eða ferðamenn Eiríkur. Hvað segir það, Eiríkur? Já, ég bara tek undir þetta. Ég meina, það gott að heyra þá. Ég vissi það svo sem að Reykjavíkurborg tekur hlutverk sitt alvarlega. Þetta svipað eins og okkar hlutverk á landsbyggðinni sem við talum okkur sem höfuðborg landsbyggðarinnar og við tökum það hlutverk líka mjög alvarlega. Þannig að við getum ekkert án smærri byggðarlagana verið og ég held að þau geta ekkert verið án okkar og það sama gildir höfuðborgina fyrir sunnan að við getum ekkert án hennar verið og ég held að hún geti bara alls ekkert án okkar hinna verið heldur.